Komið þið sæl, ég heiti Silvía og ég vinn fyrir Hannar EHF Verkfræðistofu. Húsið sem ekki er sinnt getur orðið kostnaðarsamt að eiga við og hér kynnum við lausn fyrir ykkur. Þegar staðið er illa að viðhaldi leiðir það til styttri líftíma húss, skemmdum, raka og myglu í húsnæði og vesen og vandamál geta komið upp þegar illa er staðið að viðhaldi. Viðhaldskerfið stuðlar að því að viðhaldi sé sinnt tímanlega og á réttu verðlagi og með réttum aðilum í verkið. Okkar lausn hjálpar þér að bregðast við í tíma. Þú veist hvað hlutirnir eiga að kosta og hvenær hvað á að vera gert. Verðgildi, ásýnd og notagildi hússins er varðveitt og rekstrarkostnaði er haldið í lágmarki. Kerfið er hannað fyrir sveitarfélög, fasteignafélög, leigufélög og húsfélög og aðra sem sjá um viðhald húsa, til að vinna með og útfæra alla þá þætti sem þeir þurfa við viðhaldið. Það eru ýmsar áskoranir við viðhald en okkar lausnir við þeim eru margþættar. Tímaþátturinn. Kerfið sparar þér mikinn tíma og vinnu og brugðist er við áður en jóefni er komið og unnar eru viðhaldsáætlanir fyrir þig sem þú einfaldlega fylgir. Kostnaðarávinningurinn. Komið í veg fyrir ótímabært viðhald og passað er það að viðhaldi sé sinnt rétt. Framvindan. Notendur fá sjálfvirka tillögu af viðhaldsáætlunum og fylgst er grannt með öllum þáttum viðhaldsframkvæmdanna. Mannlegi þátturinn komið í veg fyrir mistök við tilboðsgerð og útboð verkefnisins og forðaði notendum frá tjóni vegna viðhaldsmistaka. Kerfið kemur með tillögu af viðhaldi hússins til 8–10 ára. Það áætlar og heldur utan viðhald fasteigna. Þú veist nákvæmlega hvað þarf að gera og hvenær og hvað það kostar. En verðbanki og verklýsingar Hannar fylgja. En verðbanki Hannars inniheldur 6.000 kostnaðarliði, sem þýðir að alltaf er unnið með rétt verð á hverjum tíma. Kerfið reiknar líka út kolefnislosun byggingarefna. Það er ótrúlega dýrt að trassa viðhaldið. Það eykur kostnaðinn, kolefnislosunina og húsnæðisskortinn. Það hefur afleiðingar ef viðhald húss er trassað og afleiðingarnar geta verið margvíslegar. Það geta til dæmis þýtt að líftími hússins styttist umtalsvert. Byggingarkostnaðurinn og kolefnislosun nýbygginganna deilast þá á færri ár og hvoru tveggja verður þannig umtalsvert meira á hverjum tíma en það ætti að vera. Leið þarf að byggja meira til að mæta minni líftíma húsa og til að forðast þannig húsnæðisskort. Vísa má til Fossvogsskóla og Káranesskóla sem dæmi 50 ára endingu. Eða styttri eða stutta endingu og Austurbæjarskóla sem dæmi 100 ára endingu húsa. Nýlegt dæmi er einnig til mun minni endingu skrifstofubyggingar vegna skorts á viðhaldi þess húss. Öll dæmin, nema Austurbæjarskóli, eru stutta endingu og eru vegna þess að viðhaldi var trassað og að leki og mygla hefðu komið fram sem hefði mátt koma í veg fyrir, ef bara hefði verið sinnt eðlilegu viðhaldi. Ástand þeirra var orðið þannig að það þurfti að velja hvort það ætti að rífa þau eða fara í mjög dýrar endurbætur. Nú þegar er búið að rífa einhver þeirra. Benda má á að algengt er að byggingar séu langt eldri en 100 ára, sérstaklega þegar horft er til annarra landa. Hér á landi eru hins vegar fáar byggingar sem hafa náð 100 ára aldri, 1–3%, þar sem stutt er síðan farið var að byggja hér vanaleg hús. Dæmin eru samt nokkur. Aukakostnaður vegna styttri líftíma hússins. Það er auðvelt að skilja það að ef líftími húss styttist þá þýðir það að útvega það nýtt húsnæði fyrir sömu starfsemi fyrr sem því nemur. Sé byggingarkostnaðurinn vegna byggingar hússins jafnað á styttri líftíma þess, þá hækkar kostnaðurinn í hlutfalli við það á ári. Kostnaðurinn deilist á styttri tíma eða færri ár. Forsendur útreiknings hér er að skólarnir sem við nefndum áður voru 5.000 fermetra íbúðarhús og byggingarkostnaðurinn 2.300 milljónir króna. Ef miðað er við 50 ára líftíma hússins, þá eru það 45 milljónir á ári, á meðan ef miðað er við 100 ára líftíma hússins, þá eru það 22,5 milljónir á ári. Hér eru skoðaðir 3 möguleikar. Útreikningarnir eru miðaðir við 100 fermetra íbúð og er meðaltal á ári yfir líftíma hússins. Hér er eingöngu fjallað viðbótarkostnað sem verður vegna styttri líftíma húss. Ef við miðum við
10% styttri líftíma, þá kostar það eitt og sér 90.000 krónur á ári af jafnaði á líftímann. Ef líftíminn styttist helming eins og í dæmunum hér á undan, þá verður þessi kostnaður 450.000 krónur á ári fyrir sömu íbúð. Dæmin sem nefnd eru hér á undan sýnir að þörf sé á að vanda betur til viðhald húsa en nú gert. Aukakostnaður þegar illa staðið að viðhaldsverkum. Eigendur leita gjarnan til einhvers verktaka sem taka að sér viðhaldsverkefni húsa sína. Hann jafnvel fenginn til að meta það hvað þurfi að gera og hvað það muni kosta ef hann vinnur verkið. Þessi aðferð til að ákveða viðhald hússins byggir á því að þekking verktakans og heiðarleiki séu næg til að eigendur geti treyst því að mat hans gerir ráð fyrir hæfilegu viðhaldi og hæfilegri greiðslu fyrir það. Áhættuþættirnir við þessa aðferð eru að verktakinn á ekki að meta hvað þurfi að gera. Hann er ekki hlutlaus í slíku mati. Hann getur til dæmis bent á að hitt og þetta þurfi að gera á þeim tímapunkti til að stækka verkið. Að skipta til dæmis glugga eða þakklæðningu er dæmi dýr verk sem á að vinna þegar þau eru komin á tíma en ekki fyrr. Ef þess er ekki gætt og ekki fengið tilboð frá nokkrum verktökum og kannski að kanna bakgrunn þeirra, þá er líka nokkuð öruggt að kostnaðurinn verði meiri en ella. Reynslan segir að tilboð í viðhaldsverk liggja að meðaltali frá því að vera 15% undir kostnaðaráætlun til þess að vera 30% yfir kostnaðaráætlun. Ef engin verðsamanburður er gerður, þá má gera ráð fyrir að tilboð verktaka verði nær hærri upphæðinni heldur en þeirri lægri. Hættan á áföllum er einnig meiri ef illa staðið að viðhaldsframkvæmdum, svo sem að verk séu illa unnið eða að verktaki skili ekki verkinu fullkláruðu vegna vanefnda eða gjaldþrota hans, til dæmis. Slíkt getur orðið eigendum dýrt. Aukakostnaður, forsendur útreiknings. Aukakostnaður vegna þess að ekki staðið nógu vel að viðhaldsframkvæmdum húsa er erfitt að áætla, en þó má áætla einn þáttinn með nokkurri nákvæmni, en það er sá aukakostnaður sem fellur til þegar skortir á samkeppni milli þeirra verktaka sem vilja vinna verkið. Forsendur útreiknings. Viðhaldskostnaður bygginga á ári hæfilegur er sirka 7.000 krónur á fermetra á ári. Aukakostnaður 20% vegna skorts á samkeppni samkvæmt útreikningum eru þá 1.400 krónur miðað við fermetra á ári. Ef við reiknum það með 100 fermetra íbúð, þá er aukakostnaður íbúðar 140.000 krónur á ári, sem er þá 1.400 krónur á fermetra sinnum 100 sem er þá fermetrafjöldinn. 1.400 krónur sinnum 5.000 sem sagt aukakostnaður eða húsið allt er þá 7 milljónir krónur á ári. Þannig erum við komin í eins og stærri skólana. Við þetta bætist kostnaður ef verk er illa unnið eða að verktaki skilar ekki verkinu fullkláruðu vegna vanefnda eða gjaldþrota hans og fleira. Hvað getum við gert til að bæta ástandið? Fyrri reynsla gefur okkur góðar og áreiðanlegar upplýsingar hvernig vandamálin verða til og hvernig við getum komið í veg fyrir þau. Kerfið sýnir okkur hvernig og hvenær á að vinna hvaða viðhaldsþátt og kostnað við hann. Viðhaldskerfið hjálpar okkur einnig að bjóða út verkið. Við vitum líka að það borgar sig alltaf að bregðast við í tíma, það marglækkar kostnað og tjón sem getur orðið. Það teljum við vera afar dýrmæta fjárfestingu fyrir alla hagaðila að nýta tæknina sem tækifæri. Það er mun auðveldara að veita stuðning með stemmtækri íhlutun og þar með að takast á við vandann með gagnvirkum aðgerðum áður en vandinn verður alvarlegur. Við teljum að það muni skila sér margfalt í sparnaði með því að beita fyrirbyggjandi aðgerðum í stað þess að bregðast við þegar í óefni er komið. Hver er ávinningurinn? Ávinningurinn á ári miðað við 100 fermetra íbúð eða að jafna niður á líftíma íbúðinnar. Ávinningurinn af því að lengja líftíma húsa sirka 10% er þá 90.600 ári. Ávinningurinn af því að lengja húsa 1/4 er þá 226.500 ári. Ávinningurinn af því að lengja líftíma húsa helming eins og skólarnir 453.000 ári. Og ávinningurinn af því að standa rétt að viðhaldsverkum sem er 20%
er þá 140.000 á ári. Ástæðan fyrir því að margir eigendur átta sig ekki á þeim aukakostnaði sem fylgir því að trassa viðhald eigna sinna er líklega sú að þeir átta sig ekki á ástandinu fyrr en þeir standa frammi fyrir mjög kostnaðarsömum viðhaldsaðgerðum eða jafnvel ónýtu húsi eins og í dæmunum hér á undan. Við bendum þeim sem málið varða á til mjög gott hjálpartæki sem má nota í þeim tilgangi að draga úr vandamálum eða útiloka þau, sem er viðhaldskerfi fasteigna. Það sýnir bæði áðurnefndan kostnaðarauka og viðbótarkolefnislosun húsa ef viðhaldið er trassað. Þær upplýsingar verða sjálfkrafa til þegar gerð er viðhaldsáætlun þeirra í kerfinu. Eini tilkostnaðurinn er að vanda til viðhaldsins með aðstoð viðhaldskerfisins sem kostar 10.800 krónur á ári auk vask fyrir íbúð í 12 íbúða húsi, það bil. Útreikningar á CO2 fylgja með eða án aukakostnaðar. Allt er í skýinu, heildræn, sveigjanleg og samþætt lausn, upplýsingar geymdar í öruggu vefumhverfi og lítill kostnaður. Bestu kveðjur frá teyminu hjá Hannar ehf. Ef þú hefur einhverjar spurningar skaltu ekki hika við að hafa samband við okkur, hannar@hannar.com.